góðan daginn kæru hlustandi, takk fyrir að stilla á frákastið. Við sitjum inn í dag svolítið seint á mánudegi. Ég, Siggi og Birgir, þið þekkið þetta, strákar, hvað segið gott? Ég sé bara alltaf eina, sko, en þú? Já, ég hef verið betri það nú mánudagur. Mánudagur eru geggjaðir. Strákar, hvernig var helgin hjá okkur? Alltaf gátum ekki tekið upp í gær. Ég eiginlega pínu svektur, sko, City átti að vinna liðið. Nei, Jesus Christ, Birgir Það Logi. að gera, sko. Þetta skita ég að Birgir Logi þarna Þetta engin skil. Liverpool með RX ég meina, þú veist, þetta bara eins nákvæm stats þú finnur. Já, það segist Ég meina þetta Vonbrigða helgi fyrir alla menn hérna sem sitja á borðið eða svona þannig séð. Þetta bara þetta Þótt að við getum kannski séð að Liverpoolarar og City menn getur verið aðeins ánægðari en United menn, en ef við bara förum í leikinn, það var spilað, það var engin leikir á föstudegi og engin leikur núna á mánudegi, þetta var bara allt spilað því að pakka helgina. En maður ekki fíla það? Jú, það er svona skemmtilegt að fá það hennar milli, bara svona fútbolfestival bara. Maður að klára smá námið á þú veist föstu degi, þú veist, Já, bara fyrir getur helgina chillað og en hort á- þá getur maður ekki hort, þú veist. Undan úrslitin Maður var beinni spurningu. bikarnum og svona. Go for it. Var þetta, þú veist, Man City Liverpool, var það leikur deildarinnar svo fast, bara besti leikurinn, þú veist? Ég myndi segja það. Já, City, Liverpool, Brentford, allan að Liverpool búin að bjóða upp á Liverpool Brentford. búin að bjóða upp á einhverja skemmtun, sko. Þannig að það bara segir sér sjálf hvaða leikir marga leikinn. Jú, ég held að sé allan með hvað þessi liður stór og með hvað var undir og hvað þessi skemmtilegu leikur. Fengum alls ekki lokaðan leik, þetta var opið og ef við byrjum bara á þeim leik, þá þetta var svona fyrstu 5 mínútur og ég sendi á ykkur, strákar, ég sagði Liverpool vinnur út af 3-1. Þetta er svona leikur sem ég sá svona fyrstu 5-10 mínútur og þá var þetta svona 5-10 mínútur og þá sá ég svona Liverpool eru bara City eru ekki að ná að tengja saman 2-3 sendingar og Liverpool eru bara að munu ganga fram og ég held að þetta væri svona eins og þegar City vann 3-1 árið þegar Fabinho skoraði þarna markið fyrir utan teik. Liverpool. Já, ég segi það Liverpool vann 3-1. Þá ég held þetta að vera að fara á svoleiðis. Síðan bara eftir það, ég búinn að senda skilabóð á okkur, ég geti hlægið að mig eins og vilja, en þetta enda 3-1. Þetta hefði samt getað endað 3-1. Já, en síðan breytist bara leikurinn og City bara tekur öllu völdan í vellinum. En síðan í hálfleik, þá hleypur Jürgen Klopp hana til búningsklefa og hann hlýtur að hafa sagt eitthvað því að Liverpool kom bara með mark eftir korter og bara voru síðan bara breytist og í hálfleik var ég bara þetta endaði 1-1, Liverpool voru heppnir með eitthvað 1 sjálfsmark eða eitthvað, en nei, síðan bara í hleypur hann til hann hálfleiksklefa og þetta er bara besti seinni hálfleikur, allan besti seinni hálfleikur sem við fengið hálfleikur. Má ég segja eitt? Ég hef nú bara búin að horfa á hvern einasta Liverpool-leik í hvað senastu 5 ár. Þetta var með verstu fyrri hálfleikjum sem ég hef séð. Ég segi það. Þetta voru fínar 10 mínútur. Ég hef hort á bæði Aston Villa 7-2, Stoke 6-1, allt þetta sko, Man City 5-0. Þótt að við hafum ekki fengið mörk á okkur. Þetta var svona City samt. Fengu þeir eitthvað svona, það voru engin stór færi. Það voru engin stór færi í fyrri hálfleik, bara báðum lið. Alisson var þarna eitthvað, hann bjargaði okkur kannski 2-3 svar. Bara hann borgaði honum fyrir að gera þetta, sko. Já, En það er kannski málið með City að þeim vantar bara 9. Nú sér maður eftir á þessi Grealish-kaup. Þeir eru með Ferran Torres, þeir eru með Sterling, þeir eru með De Bruyne, þeir eru með Foden, þeir eru með Bernardo Silva. Ég get nefnt leikmenn í allt kvöld. Það hefur nánast annarkor leikmaður í þessu liði spilaði falskri 9. Nei, en þetta eða væri Harry Kane þarna, þar sem að boltinn droppar á Harry Kane myndi sko svona 40 mörk á þessu 9. Jesus getur svona alveg fyllt upp þetta. Nei, hann er samt að spila hægri kantinn núna. Já, samt að Jesus að spila hægri kantinn. Nei, það sem ég ætla að segja, þú veist, þeir ætlu að kaupa Grealish og Kane. Þú veist, þetta Grealish kom ekki í veg fyrir það þeir fengu Kane. Þeir bara voru alltaf, þú veist, City hefði bara að fara í byrjun glugga, þú veist, gefa Tottenham tíma til að fara í placement. Frá júní bara. Henda bara 120 á borðið, það taka þeir Tottenham, held ég, þú veist. Sko, Kane, þú veist, alveg sama hvað Kane kostar, hann að fara að vinna innan hann pening bara, þú veist, á einni nóttu, sko. Alan Shearer einmitt sagði að ef Kane myndi fara í þetta City þá myndi hann enda á 40 mörgum. Með samt astnalegt að City hafi geta skorið
einhvern annan en Kane allt sumar Já, bara, Já. með þennan pening og bara, þessi klúbbur, þeir hljóta að vera Fullt með einhverja 20 strækjur á blaði eða eitthvað, sko. En þeir voru líka tengdir við alveg marga eins og þú veist til dæmis Haaland En hvernig áttu þeir að kaupa þá fyrir utan Kane? En getur nefndið 2-3 á það? Haaland og Haaland að fara að kosta 200 milljónir Já, ef samt, þú ekki, veist, þeir samt Næstu með ár. peningin, sko. ekki á næsta ári, hann með svona release clause á 75 ef hann fer ekki næsta sumar það verður bara mesta sjokk Nú er ég að heyra eitthvað nýtt hérna, hvað? það byrjar næsta sumar, þú getur fengið Haaland fyrir 80 Það verður slegist. þetta verður bara eitt mesta fótboltastríð. ég held að þetta verður á milli Real, þeir bara eiga svo mikið pening eða þú veist, þráttur þeir séu miklu Heldur þú fá ekki Mbappé? Og líka City, sko. Þetta er á milli Real og City, sko. ég held að ef United ekki líka þessu. Hann líka með, sko, svona smá svona sögu með City. ég veit ekki hvort að En hérna Real Madrid, alltaf þeir hafa verið orðað við Mbappé? Já, ég held að Mbappé fer, sko. ég held að þið geta alveg eins fengið Haaland líka nei, já, eða þú veist Hvort myndir þú, ef þú verið þjálfari eða einhver stjórnarmaður í Real Madrid, hvort myndir þú taka Erling Braut Haaland eða Mbappé? Mbappé allan daginn, en ég held líka, sko, að þeir þurfa líka Mbappé meira en Haaland. Þeir þurfa svona stjörnu líka, Mbappé, þetta er draumurinn hans Mbappé, hann vill fylgja fótsporum Ronaldo. Strákar, við komum aðeins og langt út fyrir þetta En ef að, byrju, Sadio Mane kemur í Liverpool yfir í 1-0. Það er bara fínt. já, ég meina, Salah tekur Salah með stóðsendingu og síðan það er bara briljant stóðsending, hann skipar hann fram í Cancelo, þú veist það skítið, ég sá ekki einustu manneski á Twitter að neitt vera að skjóta niður Cancelo fyrir þetta. Nei. Trent gerir þetta, hann er myrtur ég skil ekki alveg hvar skallinn á þessu er Það er bara eitt mistake. Raheem Sterling kemur inn á, fær vantanlega ekki hlýjar móttökur. Jack Grealish kemur út af frá 67, Firmino kemur inn á fyrir Diogo Jota, 1 mínútu síðar skora Phil Foden. Það er bara, en þessi afgreiðsla hjá Phil Foden, það er ekki allir að þessi tölfræðan eins og Alfíldið sem 3 leikjum, 3 mörk, 3 stóðsendingar og hann er búinn að vera maður leiksins 3 svar og reyndar í 1 skipti að þessum 3 var hann jafn mikið okkur annar. Hann er bara undir krakki, það er ekki hægt að segja meira en það, sko. Já, en ef þið, hvort myndið taka Grín út af Foden? Ég held að Í hvaða lið, eða þú veist? Já, bara í Liverpoolið. Í Liverpoolið? Já, það voru að Foden eða ekki. Foden allan. Já, það er ekki spurning. Jú, þeim vantar með mann svona. ég veit ekki En John Barnes reyndar, hann var spurður hvaða einn leikmann hann mætti taka í Liverpoolið úr City-liðinu og þú veist, mætla að De Bruyne eitthvað svona fremstur á blaði en hann var aldrei Ruben Díaz. nei, Hann sagði að þú veist, De Bruyne fittar ekki í þetta Liverpoolið, eru þið De sammála? Bruyne getur bara léttilega að fara í De Bruyne getur alveg eins spila það sem Firmino spila núna, bara miklu betri og þú veist Nei, bara þú veist, miðjunni, falskri 9. Hann fittar bara allstað. Hann getur líka spilað, þú veist, á kant. ég mynd ekki Ekki Liverpoolið, sko, ekki Liverpoolið. hann er ekki kantmaður, en sko af hverju myndi Liverpool taka Díaz þegar með Van Dijk? Þú veist, mér finnst ekki þörfa að hafa 2 svona góða afsenda þegar Nei, þeir eru vantilega ekki að fara að kaupa neitt frá City, sko. Van Dijk, nei, ég er bara svona, ef við erum að tala ef þið varum með eitthvað bara nákvæmlega af góðan Díaz, Van Dijk gerir afsenda við hliðina sig svo góð. En ég get bara staðfest að þeir eru með Van Dijk og Díaz myndi ekki fá mark á sig, bara. Já, það myndi bara En, strákar, hann hleypir í gegnum þetta. Hann tók alltaf tíki hleyp Mohamed Salah 7 mínútur seinna með hvað marktímabilsins eins og þannig í dag. Já, bara eru ykkur svona flott bara svona, erum við búin að fá ykkur svona screamers Townsend á móti Burnley en það toppar ekki þetta veistu hvað þetta myndi mig á? Lionel Messi. Nei, jú Þetta myndi mig á markið sem Salah skoraði á móti Tottenham, hvað verið 2-3 árum eða eitthvað. Nema þetta var bara í hinum vítategnum en þetta var mjög svipað nema mér fannst Tottenham markið betra. Já, nei, þetta var miklu erfiðara. Já, ok, reynda, hann var miklu lengra. Þetta er erfið tvinnis á hægri og Salah er ekkert þekktur fyrir hægri. Svo gerist þannig eftir markir reyndar, áður en City jafna þá voru margir, sérstaklega Pep Guardiola sem
Fyndist James Milner átt að fá líka rauðaspjaldi. Hann heppinn, Milner voru þeir ekki bara stálheppnir og ekki einu mann undan þetta var mér fannst ekki eitthvað hryllilegt brot en þú veist, hann á gulu búinn að brjóta nokkru sinnum á gulu þetta var seinasta strikið en voru stálheppnir. Ég held að það sem það leit pín út fyrst eins og Henderson hafði brotið þessna kannski dómarinn þarna eitthvað vafasamur þetta Pep Guardiola alls ekki sáttur. En svo með ekki gleyma deddanum sem Fabinho það var ekki klúður hér Fabinho það var bara brilliant tækling De Bruyne jöfnar þarna þegar 10 mínútur eftir klaufalegt, nei, þetta var bara ógeðslegt mark. Þetta myndi mig á, það er kannski ekki skemmtilegt fyrir sig að heyra minna á þetta, en þetta myndi mig svolítið á svona 5 af 7 mörkum sem Liverpool fekk á sig á móti Aston Villa. Já, andjóks bara Jesus Christ. Þú veist, þessi Aston Villa leikur að bara fór allt inn. Nei, þú veist, þetta bara svona eins, þú bæði með Adrian auk þess, bara einhvern veginn bara einhver segull í boltanum sem fer í Liverpool-varnum með það. Já. Ég veit ekki, já. Og svo Fabinho með þessa tæklingu minni sem voru nefna hérna á hann. Nei, Rodri með þessa tæklingu eins og þið segja. Ég er alveg veikna, hann cheeky vannmetinn sko, Rodri, mér finnst það sko. Já, mér finnst hann satt búinn að, þú veist, hann var vannmetinn að mínum að, meiri vannmetinn að mínum að. Hörsku góður. En þú veist, ég held að hann sé, þú veist, fólk fljótt farið að fatta hvað hann góður. En ég myndi samt taka Fabinho yfir Rodri. Ég myndi taka Fabinho í hverja ennistu 6 í heimi. Þú veist, ég tel ekki Prime Busquets. Ég að fara að taka Prime Busquets yfir hverju einustu 6 alltaf tíma. Ok, svona önnur svona 1-1 spurning milli þessarlega Alisson og Ederson. Ok, mér finnst Alisson betri. Eftir þennan leik. Alisson hvað gerði Ederson? Sáðu sendingar þess? Já, ok, sendingar, þú veist, hann fekk samt Sala mögulega að geta værið það, reyndar Alisson líka að geta værið fótinn, en mér þú veist, að því endur þetta Jú, þetta er líka gegn. En þetta er svona betri í löpunum, en mér þú veist, já, Alisson er starri og allt það, mér hann betri. En í City-liðinu þá Já, í City-liðinu þá endar þetta sem betur. Þetta er bara, ég hef ekki séð markmann jafngóðan á boltanum. Hann kom með einhverja 2-3 bolta í fyrri hálfleik, bara sko, það var ekki með líka 2 assist. Bara einn annan yfir á, þetta var einmitt eins og þetta var eitthvað plan fyrir leik að keyra á James Milner. Já, Milner, þú veist, ég sá þetta líka fyrir leik, svona Milner í hægri bakvörði, Foden stiltur átni upp liðinu, Jack Grealish í falskri 9. Foden átt að vera í falskri 9, hann dróð sér svolítið til vinstri á James Milner. Já, nei, þeir skiptu strax þarna. Það er svona gott lið svo liðbúl, þá verður maður að nýta sér veikleikana, og sérstaklega eins og, þú veist, James, sko. Já, út af, þú veist, ég ekki að segja hans veikleiki, en hann það er veikleiki hans bara hraðinn, sko, það er, víst, hann 36 ára. Svona Mr. Reliable, nei, hvað, já. Já, hann bara reliable, og þú veist. Hann bara benn, þú veist hvað þú farið á James Milner, þú fær bara 7. Minnstalega 7 í hver minnstaleg. Mér þetta ekki verið. Þessi leikur er svona eina skiptið sem hann kannski var fyrir vonbrigðum svolítið. Já, ég meina, þú veist. En þetta er samt svo gott leik. Getur ekki verið. Þú veist, þetta er eiginlega Liverpool að kenna að hafa ekki, eða þú veist, okkur er Joe Gomez ekki, þú veist, jú, ok. Hann var settur inn á þarna þegar já, ég meina, hann hefði kom inn á í hálfleika mínu mati, sko, þetta gula spjald var alltaf hættulegt og þetta hefði að býta Liverpool í raskati. Á laugardaginn, strákar, var leikur í hádeginu sem endaði 1-1, Manchester United gegn Everton, Martial kom United yfir með fínni afgreiðslu og í seinni hálfleik kom Ronaldo inn á eftir að hafa verið settur á bekkinn og Andrews Townsend skoraði geggja mark. Þetta var geggja, hversu oft hafði ég séð eitthvað gæja bara í þessari stuðu bara þurfu svona yfir að beinta á markmanninn eða eitthvað, en bara að halda honum á jörðinni meðfram jörð, bara á já, síðan hendur hann að einhver virðing á ég veist samt það ekki með hennan leik með hennan leik Doucouré, Abdoulaye Doucouré, hann átti ógeðslega góðan leik, fannst mér, en mér fannst hann bara klasi í svona leik. Stóðsendingi með hjá honum. Hvernig, þú veist, hann er með 4 stóðsendingar og 2 mörk í 7 leikjum og meðaleinkunn hans er 8. En stóðsendingi hans, það var svona 3 leikmenn í kringum hann og hann þetta er barnalegu varnarleikur á United og Fred bara, ég veit ekki alveg hvað hann var að gera. Ef ég væri United fan sem ég bara alls ekki þá var ég,
ég myndi ekki vera all out en ég væri svona setja smá spurningamarki á hann ég er sammála þú veist, það eru allir United menn bara það getur engin United bara verið sáttur með þessa byrjun United á langléttasta prógramið af öllum þessum toppliðum City núna móti Liverpool og Chelsea á Liverpool og þú veist, þetta er mjög mikið 1v1 einvígi og þeir eru búin að dettur einni keppni töpuðu í Sviss tæpur á móti Villarreal og tæpur á móti Villarreal tap móti Aston Villa skapa sér ekki færi þeim leik og þú veist, talandi leikin í Sviss þú veist, Chelsea lendi einu manni undir á Anfield þeir voru bara pakka í vörn þeir voru bara nei, þú veist, United pakkaði vörn en Chelsea voru bara þeim leið bara vel einu manni færri manni leið bara eins og þeim leið vel United voru bara ströggl nei, það sem bara þeir bara með svo miklu betra system og þú veist, Tuchel bara þú veist hann svo bara þarna sér í svona stóli þú veist, þá á ekki kváldi að droppa svona mikið ef einn leikmaður, það droppar eitthvað en þú veist, það sem ég ætla eitt svona point sem ég ætla að koma með núna þú horfir á Lampard, hann var rekinn í janúar nákvæmlega sami hópur, Tuchel vinnur Champions League og þú veist, við horfum þú veist, að hann lendir undir á móti Liverpool hann finnur lausn Óli fann ekki lausn á móti Young Boys og þú veist, ég held bara ef einhver gæða þjálfari myndi koma inn, það getur bara léttilega unni Champions League Zidane kannski Zidane ekki Graham Potter svo sem getum stólið ég held að Graham Potter myndi allan daginn taka ég held að Conte? Conte skilur klúbba bara eftir í rúst þú veist Já, þetta er svona og líka, hann ég veit ekki hvort að United séu vel settur upp fyrir 3 manna vörn eins og stendur, ég meina en strákar, United eins og ég segi áttu já, ég ætla bara ekki að fara bak ykkur veg með það áttu bara langléttasta leikjaprógrammið eins og var reyndar svona einn og einn svona erfið leikir á milli en það er engin afsökun en núna eiga er alvöru prógram og núna eftir landsleikarlega og segja ykkur næstu 10 leiki á United þetta er ruglað Liverpool Leicester, Atlanta, Liverpool Tottenham, Atlanta City, reynda Watford á milli Villarreal, Chelsea og Arsenal þetta eru leikir þar sem að starfi á Ole Gunnar Solskjær ræðst næstu 10 leikir það fá að sjá bara hvort Ole Gunnar Solskjær sanni sig fyrir Glazer familíun eða ekki er þetta bara einhver predictions, er hann frá að standa sig vel eða ekki? Þetta er alltaf hjá með Ole þegar starfið hans er bara, þú veist, bara að fara að renna út í sandinn þá bara allt í hennu breytist hann í ykkur Pep Guardiola sko Luke Shaw breytist í bara Roberto Carlos Bruno bara breytist í Prime en það sem ég ætla segja, þú veist það sem, ég finnst hann er svo góð motivator og þú veist, hann bara er bara all around nice guy og bara þekki klúbbin en það sem gallinn hans er, þú veist, hann er þú veist, skiptingarnar finnst mér stundum svolítið sloppy og þú veist taktíkin kannski stundum, bara ákvarðanir hann hefur heyrt þarna frá leikmönnum United að þeir séu bara mjög sáttir með hann og það myndi ég bara gera, þú veist, bara ég kann ekki alveg að segja heimsklassa en bara mjög góðum, þú veist bara aðstoðarþjálfara ef þú væri með eitthvað Graham Potter, bara eitthvað geggjaðan stjóra þarna skilur og hérna og þú myndir bara vera með Mike Phelan, Michael Carrick, Ole Gunnar Solskjær gæði sem þekkin á klúbb, gæði sem eru með geggjaman management og bara allir elska skilur ég meina Ole Gunnar Solskjær þjálfa Molde og Cardiff, þú veist það hefur vallað, þú veist, ekki vann ykkur norsku deildina með Molde en það er aðeins stærra gigg að fara í United og reyna að vinna meistaradeildina á FA-bikarinn og Premier League bara en að vinna hérna norsku sko ég held að þetta er bara þannig eins og það er þú veist, næstu 10 leikinir eiginlega skipta bara þeir skipta einmitt mestu máli en eitt sem ég langar að taka fram í þessum hætti reyndar, ég veit ekki hvað þið sá það en Gray, hann var bara þú veist, hvað sprautu var hann á því þessum leikjala hann er búin að vera geggjaður og Rafa Benítez er bara búin að það er bara eins og hann sé búin að kreista bara alla dropa sem hann getur kreist úr þessu Evertónli hann hefur bara náð í það bara með bestum úrslitum sem hann getur náð í þessum þetta fengur skellanum að Aston Villa bara vel gert til þeim en hann er bara búin að kreista þarna út sigra á móti Brighton jafntefli á móti United sem er svona sem leið eins og sigri og þeir eru bara búin að taka
ræða rángstuðumarki, hvað í fjandanum var í gangi þarna? Davies, hann 1-1 og mína Var þetta skot eða var þetta sending? Þetta var ekki skot Ég sá þetta ekki líka djöðl aðstæðanlegt að mína dansa þarna bara eins og ykkur trúður síðan þetta tekið á honum meðan það nú bara nokkuð gott á hann Ekkert meir þann leik að segja Burnley Norwich nú aðaleikurinn náttúrulega það grínast ég ég meina ég tók Ok, Sölvi, ég ætla að segja það Á góðum degi myndi Ashley Wood hendin 3 mörkum bara ef hann var með rétti baunar í morgumat Hver er Ashley Wood? Nei, Ashley, what the fuck maður, hvað er að segja maður? Hver er Ashley Wood? Voru bara Ashley Barnes og Chris Wood að stunda samfærir eða hvað ég ekki Ég strákar ekkert mikið þann leik að segja Nei, ok, ég tók nefndar eftir einu Kabak var alveg helvítið góður og hann tók bara einhvern Messi sprettan Sáu við það? Fiska aukast með rétt fyrir þann díapán En engin mörk skoru í þeim leik Chelsea vann Southampton 3-1 á brúnni 1-1 Werner að VAR videotjóngæslan að taka 16. markið af Timo Werner og hann kom á síðasta tímabili Trevor Chalobah heldur áfram að skína hann skorar á 9. mínútu kemur í 1-0 James Ward-Prowse skorar á 61. mínútu jafnar og víti og síðan breytist hann í einhvern skúrkarna þegar hann fer á velli og þá svona hreinur þetta niður Ross góði Barkley kemur inn á Werner skorar löglegt mark og Ben Chilwell setur svo leikinn Þetta var svo mest Ben Chilwell mark hjá honum Þetta var svona Einn gæi sem ég fannst bara mjög góður í þessum leik hann var að spila á vinstri, það var Callum Hudson-Odoi Ég var að segja, fuck, Jesus Christ, hann er svo mikið talent en bara út af þessu skýta Chelsea-lið bara með svona 100 leikmenn í hverju þessu stöðu, hann fær ekki að spila En þú veist, er þetta gæi að því að, einmitt, hann, mústu segja þetta er ógeðslega gott talent og allt það allir sápaki, en er þetta gæi sem á að vera áfram í Chelsea Er þetta gæi sem á að Er þetta gæi sem hefur að lána þér út í eitthvað annað tökum dæmi eitthvað annað Premier League lið Southampton, Crystal Palace eða er þetta gæi sem á bara að fara í Dortmund bara fá alvöru bara fá leiki fá góða bara þetta er engin trúðar sem að vera að koma úr akademínu á Dortmund sko ég geti nefnt leikmenn í allt kvöld samt, þú veist, ákveður hann hlýtur að fara í Dortmund á næsta sumar og seljast fyrir 110 fyrir næsta sumar ég held að hann gæti alveg hafi hann fengið spiltíman það var hann bara svipuðu lefilega Sancho alveg, absolutt og bara, mitt seinast er hvað var ekki fyrra á heimaðalli Southampton þegar hann kom inn og fór svo út af í sama leik var það ekki Keane? Nei, það var Hudson-Odoi það var á seinstimbili á St. Mary's þá kom hann inn og Tuchel tók hann út af aftur þá var hann á hægri Mér það alltaf svo astnæðilegt vinstri vangbakari og confidence í leikmanni einmitt gerist Moise Keane orðið gegn á það var nú bara það astnæðilegsta sem ég sé En ég er svona veikna bætinu við Anna Ruben Loftus Nei, ok Hvað? Ruben Loftus-Cheek Hann var cheeky góður í þessum leik Fekk mitt stóðsending á fyrsta markinu Nei, en þú veist, hann var líka bara mér fannst hann bara góður á boltanum hann hefur alltaf verið góður á boltanum hann hefur alltaf verið gott talent hann bara lent í meðslum, bara eins og margir leikmenn hafa gert og búin að vera lánaður út geggjaður hópur á Chelsea og þeir eru alltaf bara eru á topnu núna þegar kemur á landsleiki pásustrákar Leeds tapar á móti Watford og þá er bara Sisco þá þeir fara, hvað er í gangi? Láta, þeir eru 3 stigum eftir Arsenal komið 7 stig, hvað vil ég frá honum? Það hlýtur þetta er annarkort bara hlýtur að vera einhver ástæða þeir eru náttúrulega bara með crazy owners en ef þetta spurði hvort að þeir ættu að taka United þetta er annarkort bara hvort að þetta eru bara algjörlega crazy gæðir eða það hefur eitthvað gerst bakvið þú rekur ekkert nýlega sem koma upp og sitja og er bara að byrja yfirburða vel bara með við kannir ábyggilega með næst versta hóp af hverju þá ekki Farki farin eða eitthvað skilur ég meina ég held að trausti sér meir í Farki og þannig búin að vera hann er eiginlega búin ég meina Sisco var að þjálfa eitthvað þetta er mjög skrítin hann var að þjálfa í Georgíu og kemur svo færi Watford jobbið og þeir voru bara í einhverju mekstuðu í Championship og hann bara vinnur einhvern veginn alla leiki sem hann færi hann að restan tímabilinu kemur þeim upp og hann núna með 7 stig í 7 leikjum ég meina mér fannst bara asnalegt hvernig þú veist
Watford var ekkert að rústa Championship bara með þetta var svona 1-0-2, 1-2-0 sigrar. Nei, ég er ekki að tala leikjunni, ég er bara, þú veist, töflunni, þú veist, þegar þeir fóru bara beint niður, hvernig fór, meðan þeir, af hverju þurftu þeir að reka þjálfara, þetta var svo góður hópur með Championship. En þetta er samt sniðugt hjá þeir eigundunir, þeir eiga sko, þetta er eins og með marga eigendur, þeir eiga Udinese líka og það sem þeir gerði sem var svo sniðugt, þeir lánuðu bestu leikmennin sína þegar þeir fóru niður, Delefeu, Pusetto, Trostekong, þú veist, ég get nefnt ykkur fleiri sko, ég man ekki, er ekki með alveg nöfnum og öllum, síðan fara þeir upp og þá endar þessi lánsanningur og reyndar Delefeu og hélt áfram í Udinese, en það er svona einhverjir sem komið tilbaka, Trostekong og fleiri Lítsarar vinna sinn fyrsta sigur á östum tímabili. Já, það sé ekki mark, meðan það flott hérna. Lorente með marki 18. mínútu 1-0, ekkert meira þannleik að segja, strákar Úlfarnir vinna geggjaðan sigur á Newcastle og Hwang Hee-chan með bæði mörkin. Strákar, ég var að heyra ykkur að staðreynd hérna að Steve Bruce er bara búin að vinna ykkur 5 leiki árið 2021. Hann er bara það er feitur stikker, bara nákvæmlega eins og Steve Bruce er feitur stikker og markið sem skori var líka ekkert eitthvað svona ég með tvær spurningar og hann kannski fyrir eftir hvernig þú svarir setni líka mun Newcastle falla og mun Steve Bruce ná að halda út allt tímabilið hvað er svona ykkar gísk? Það sem ég ætla að segja þetta er, víst, það er til mismunandi svöru þessar spurninga en þeir fara niður og þeir halda áfram með Steve Bruce en ég held að Steve Bruce ég held að hann sé á mjög hálum ís og hann er náttúrulega svo þungur hann er bráðum að fara þetta í gegnum hann sko. Það er bara grísi í fyrra bara stíin sem hann kristi með Joe Willock í sjöleiki með röð þeir hefðu fallið eða Joe Willock ekki breyst bara í eitthvað hann var bara með 2 XG og skora 8 mörk í 8 leikjum þetta var að rugla setti boltan inn bara ég skal segja svarið mitt ég held ok Steve Bruce ef hann heldur áfram þá er hann farinn en ég held líka að ef Shane Maximan meiðist eða einhver líkir leikmaður bara Shane Maximan meiðist eins og gerist þið fyrra þá held ég að þeir fara líka beint niður því hann bara, mér líður þess að hann sé bara með þetta lið á bakinu sko má ekki glemma Callum Wilson og en er hann samt með Shane Maximan í Ísli, eða þú veist Shane Maximan er bara langbæst gænis í liðin þú ert með gæjana líka, þú ert með Almirón þú ert með þetta er allt fyrir leikmenn þú ert með Wilson Shane Maximan er actually að gera þeir eru með þinn mann Mankio og Isaac Hayden og Darlow en ekkert meir þannig að segja svo sem bara geggjaður 2-1 sigur og Hwang Hee-chan kom með hvað 3 mörk í deildinni ég spennst fyrir honum sko hvað er hann ekki láni frá Leipzig hann var alveg trúður í FIFA í fyrra ég veit ekki hvort ég treyst honum enda sko hann er eitthvað pínu því Brighton Arsenal 0-0 var þetta liðulega leikur eða var þetta skemmtilegu 0-0 leikur? Nei, ég horfði hann leik það var bara rigning og það var bara svona enginn ennis einhvern veginn og mér var það bara leiðilegt þetta var á laugadegi, lokaleikurinn ég meina við vorum stattir af FIFA móti Hakekjuna með hana á sama tíma ég og okkar maður Tucci tókum sigurinn Það var Teitur sjánaði með þessi úrslit Grótarur Arsenal maður, toppmaður Ég veit ekki, mér leiðin svo Arsenal hefði hvaða liðið sáttara eftir þennan 0-0 sigur? Og þú veist Brighton eða er eitthvað lið sátt? Nei, út af þú veist, Brighton er kannski hissaði þessi stöðunni sem þeir eru í núna en Neil Maupay sagði sjálfur í viðtali þeir eru bara búin að vera heppnir í þessum leikjum Bissouma er alveg kín á því að þeir eru að fara að lenda í hásæti sko Bissouma er náttúrulega bara örugglega mest egoisti sem ég veit geggjuð sjálfsmynd hann verðskulda það pínu og hann er bara ruglgóður ég held að hann gæti alveg eins verið að spila í City og bara Liverpool eitthvað svo leys má endilega koma sér til Manchester í rauðabúningin Crystal Palace gerir jafntefli mútið í Leicester þetta er sundi eða ekki? Nei, á sunnudeginum. Þetta var svipaður leikur eins og þeir gerðu 16. september í Evrópudeildinni móti Napoli eru 2-0 yfir og missa það í 2-2. Ok, það sem ég ætla samt að segja núna Leicester átti ekki þeir voru ekki Ég horfði með þetta seinna á leikinn. Nei, Crystal Palace þeir ætti vera bara mjög pirraður út í það. Ég horfði það seinna á leikinn, einmitt. Crystal Palace tók bara
þeir voru bara með öll völdi í seinna hálfleik. Já, og Lýs sett hann og Slúp sett hann og voru varamennir Slúp og Lýs sem stálu punktin með rættið bara punktinum fyrir sína menn. Mattisson, hvað er í gangi með hann? Þú veist, hvað hann settur inn og hann er búin að kúka upp á bak bara á þessu tímabili og hann byrjaði eitthvað bara hrikalega vel á seinasta tímabili, bara skoraði eitthvað besta mark sem ég séð að Man City. Þetta er hann bara klati. Já, ég veit ekki alveg hvað þeir sem að leika. Iheanacho var ekki búinn að fá okkur marga mínútur við þennan leik sem var bara nánast einn heitasti leikmaður í ensku úrvalsdeildinni í fyrra og hann setur eitt inn í dag. Já, fínt hjá honum en Tjátböri valin maður leiksins. Mér fannst það mjög betur en hann var í þessum leik. Já, þetta minnst ekki Andersen hann. En þurfum við ekki bara að gefa feitt kredit á Patrik Vieira? Já, báða skiptingarna skora. Ég var að skoða þetta, Crystal Palace, þeir voru með bara eiginlega langelsta hópin í fyrra og ég var að skoða núna meðalaldurinn á hópnum þeirra, hann er búinn að lækka 1 ár. Já, og fólk gerir sér ekki 1 ár er alveg mikið, því að þú veist, eins og allir vita, þú veist, allir eldast 1 ár á heilu tímabili, skilur og þá væntanlega gerir maður kröfu frá, væntingar á hópurinn allir fara upp 1 ár. Já. En, þú veist, glugginn þeirra sem þeir áttu, þú veist, já, þú veist, hann bara, þeir losa sig, þú veist, gæðina sem þeir losa sig við og þetta er allir, og þessi gæðir fara allir á frítt. Stephen Henderson, Scott Dunn, Gary Cahill, James McCarthy, Mamadou Sakho, Patrick Van Aanholt og Andros Townsend. Andros Townsend að gera vel en þú veist, yngja hópin og það sem þeir fá inn Eduard á 16 milljónir, Will Hughes á 7 milljónir, Gallagher á lán, Joachim Andersen á 17,5 milljónir, Mark Wehi á 23 ár og Lýs á 9,3. Hann Lýs er mesta stíl. Hann er bara að spila career mode. Þetta var bara mest í career mode gluggi sem ég ætla bara pínu að skjóta Vieira niður. Ég held að þessi sæning hafi samt ekki verið allt hann, það er náttúrulega fullt í gangi, þú veist. Já, bara verða. Það er svona recruit. Þetta er sem að sáum með Vestbrom í fyrra. Þeir voru ekki að fjárfesta neitt. Þú þarft úr svona lið, fyrir að Palace bara missa hann, ég ætla ekki að segja helmingin á hópnum, en þú veist, nánast helmingin á byrjunarliðinu þeirra, allan þeirra á Jó Hodgson, sko, allan og ekki heil og okkur gæðir að einn henni sér enda fór líka, ég glemdi að nefna hann, svo sem ekkert stórt nafn, en þú veist, þú verður að henda pening í þetta, af því að þú gerir það ekki, eins og West Brom í fyrra, þú hendir ekki pening í þetta, þá ferður bara niður. Sæningin hjá West Brom klikkuði ekki alveg, þú veist. Þeir gerðu reynda vel í janúar, þeir fengu Gallagher og Diagne og þeir voru bara... Samaladas og Júkuslu. Já, hann var reyndar líka, hann var bara yfirbörðað góður. Já, bara, hann reyndar hissa Crystal Palace að ekki bara tekið hann líka í leiðinni. En já, þú veist, hann mun pottjett, allavega eftir þennan námsam, hann mun pottjett, eða þú veist, mjög erfitt er þetta að koma svona miðsvæði í dag hjá Chelsea, en hann mun pottjett bara vera að berjast miðsvæðið hjá Chelsea. Já, Gallagher. En þeir eru svo svakalega já, ég segi þetta er svona erfitt, Kante, Kovacic, Jorginho og fleiri sko, en á hann ekki bara fara bara frá Chelsea, bara finna sér eitthvað, bara, þú veist, hvaða lið átti hann að fara í? Á hann bara að fara permanent í Palace, á hann að fara í, þú veist, Southampton eða... Það var eiginlega... Mér levelið hans verið aðeins hærra. Og því að, sko, þetta er svona uppbyggingatímabil, finnst mér, hjá Palace. Og það er alveg fínt ef hann væri með þessari uppbyggingar. Já, ég myndi svona... fara hér aðeins stærra lið. Þetta er Palace. Tottenham vinnur 2-1 á móti Aston Villa. Vá, þeir áttu Tottenham, mér fannst þeir Já, þú veist, þeir voru... Højbjerg kemur með yfir eftir tæpan hálftíma leik. Sæla sjáta þetta hann. Já, ég horfði... Helviti góð. Ég var í mínu vannmettna liði og Ollie Watkins, ég reyndar horfði smápart að setna á leiknum, náði báðum með mörkunum í setna á leik. Ollie Watkins kemur, jafnar metin fyrir Aston Villa og Matt Target með stóðsningun, en svo 70. mínútu þá... Matt Target, hann missir hann á pínu skúrkur og... Ég held að Lucas Moura að fengi þetta, en Matt Target var endar fyrstur til að pota honum inn og... Sorry, ég er pínu reyður, Ég vil eitthvað meira á Gill, Brian Gill, mér langar að sjá hann meira spila. Sjálu, þú kannast náttúrulega við sjálfsmörkin, þú sleipir þeim. Í hverju? Sjálfsmörkunum. Sjálfsmörkum, ég helviti góður að finna þess að í mitt eigin mark.
En Sokkur helginar eða? Já, en þú veist svo sem lítið hægt að segja svo sem þennan leik, ég meina var ekki krúsal fyrir Tottenham að vinna þann leik? Hvað segirðu? Var ekki krúsal fyrir Tottenham að vinna þann leik? Bara þar aftur Jú, þetta skildu sigur eftir 3 töp í röð 2-3-0 líka? Já, 1-3-1, þannig að þú veist, þú þarft að vinna þér, en hvernig líst ykkur svona Aston Villa? Maður ætlaði búin að missa Grealish og þú veist það erfitt að missa bara langbesta gæði sinn. En þeir ekki að leysa svolítið vel úr þessu? Já. 5-3-2, maður hélt svo sem þetta var að fara 4-4-2 og þeir var að fara mjög svona hugrakir með Bailey og Buendia á köntunum og McGinn og Lewis en í staðinn skipta í þetta 3-5-2 eða 5-3-2. Þeir eru líka bara svona að reyna. En þeir eru bara með 2 bara hörku góða strækir. Þeir eru líka með svona pínu meðsli og eitthvað og Bailey. En ég svo leikmaður með Jacob Ramsey sem lítur spennandi út. Svo hann hafa Buendia, hvað hann eiginlega á tíma? Það er alveg erfitt að setla inn í nýtt lið og þú veist, það er ekkert létt að replacea Grealish. Courtney House með geggjan leik. Minn maður, Douglas Lewis, að gera vel hérna. Siggi, þú veist, put some respect á nafninu. Setti strákar við skulum ekki hann svo sem fín hann sleppir Courtney House ég vil samt eitthvað Fred yfir hann Courtney House með geggjanleik hafið heyrt hérna stuðningsmannalagið Aston Villa þegar þið syngjum House Our House Nei In the middle það er eitthvað annað geggja sko strákar seinst leikurinn í þessari umferð það bara mesta stemningsliðið í deildinni í dag, það Brentford. Ég að fíla þetta Brentford. Sá þessar seinustu mínútur, sá bæði mörkin, ég stilti inn bara leið og þeir jöfnuðu. Sko, West Ham seinustu mínútur eftir þeir jöfnuðu, þeir lágu svo sem á Brentford og ég hef reyndar heyrt að Brentford voru bara miklu betri í þeim leik fyrir það mark en þeir lágu á þeim og Bowen skorar þarna, geggja finnis, hafið þið séð markið? Þetta er svona half volley veitir hversu bara gott hækni þetta að halda þessum niður í þarna líka bara ekki með skori 17 leiki fúla bara Stevie G skot þarna bara úr engu Declan Rice Declan Rice með viðborunum svo við tegin þarna og Susek Antoni í brasi og ég skilur beitum út í marki og þetta fer einhvern veginn fram í Susek heldur Antoni sé að fara ég ætla að venda að segja þetta ég var mikill Rice hater bæðið á EM og líka senstipling mér finnst hann alltaf bara 100 milljónir fyrir hann mest alltaf mikið mér finnst það enda alltaf mikið en ég ætla að gefa honum það hann er búin að vera hörkugóður hann var hörkugóður á þessu tímabili og líka í finalinu á þeim ég tók eftir hann bara reis í gang og minnst hann búin að bæta sendingar bara sendingar síðan senda meira fram það sem líka auðvitað mér annar leður sem ég líka elska við Phillips maður sagði það líka á EM hann er svona Phillips hann tekur svo hvað segir maður breif eða hann tekur svona hugrakka sendingar hann er ekki hræddur við að reyna en það er hann í Bielsa fótboltaskili og bara ruggluðu formi og hann á að gera svona hann á að þegar hann fær boltan á hann að koma með þessa sjensa hann er bara maskina en Declan Rice eða Phillips mér er Phillips alltaf ef ég var að kaupa ef ég var í Manchester United ég held að þeir séu 2 gæðinni sem þeir eru að skoða mér veist Rice bæði yngri og með hærra meðist hann vera með hærra búin að spila meir í ensku og líka hann er með svona hærra ceiling hann verður betri í framtíðinni finnst mér og þessna myndi ég kaupa Rice ef þú fær hann að réttu præsi en ég held að þú gæti alveg fengið Phillips að 50-60 það var mikið verið að tala að það var mikið verið að tala að myndi Phillips myndir þetta smelt passa í United en Phillips er líka vinnu svo fucking mikið en það er í Bielsa en veitir hvað það hefur verið mjög snugt bæði þessum dílum James Fettel Leeds eða mögulega geta verið eitthvað skipti þar á milli þeim myndi ekki gefa besta leikmanni eða öfugt Lingard kemur tilbaka á láni og það var mjög mikið orðað að það var eitthvað skipti þarna á milli það hefði þurft að gerast aðeins fyrr í glugganum ég hugsa að verði hann líka eitthvað til þess að replacea ef við ekki að ræða svo síðan kaupin hjá Brentford ég klárum leikin við því sem ég var að horfa leikin það var aukaspyrnu og ég bara sjensinn bensin að það sé að fara að koma en sko náttúrulega þessa aukaspyrnu hjá Brentford ég veit ekki hvort þú má sjá en ég held að til dæmis á móti hana Liverpool
þá, þú veist, þeir vita alveg hvað þeir eru að gera í aukaspennum. Þú veist, þetta allt planað í hana... Já, ég talandi aukaspennir á Brentford, það var aukaspenn 94 mínútur og ég var með að skoða þetta þarna og þetta var svoleiðis Brentford mark, þetta myndi mér svo öll mörkin sem við fengum á móti Liverpool. Þetta datt bara fyrir þeim og þeir sagði þetta var það kom beint frá sko æfingar. En veitu hvað þetta finnist myndum á? Hvað leikmann? Troy Deeney. Þetta skoppaði svona í boxinu og það sem þú þurftir að gera var bara henda bara shot power í þetta og bara þrusa á markið. Djöfull Wissa góður maður. Tveir skora á móti Liverpool, koma á bekknum og setja á móti Liverpool. Eitthvað í deildabikarnum að flengja þarna. En ég held að þetta bara það sem Brentford ástæðan að þeir sé að þeir gengur svo vel, þeir með svo gott rekrútment. En já, einmitt, það er mér sem talum, það er allir að segja að þetta muni vera Sheffield United 2.0. Þeir muni að gegga gott tímabil og síðan fara niður. En málið er, þetta er bara, það er plan í þessu liði. Þeir eru með plan. Nei, líka, þú veist, þetta er bara... Þeir vita hvað þeir eru að gera. Þeir voru líka með fyrstu liðum til þess að taka upp svona in-depth stats til þess að kaupa í Championship. Moneyball. Já, Moneyball, til dæmis bara. Og þú veist, þeir horfa á þessi in-depth stats eins og XG og þú veist, XA og þú veist, þetta er einmitt eins og Liverpool er að gera og alls konar svona lið og þú veist, þetta er bara, þú veist... Skoða bakar og svona. Þannig einmitt fenguðu Tony. Tony raðinn mörgum í Peterborough. Tony er eitthvað drengur, sagði ekki. Já, en það er með málið, þeir eru með plan. Ef þeir missa Tony, þeir eru með plan. Þeir eru með gæja á lista. Þeir vita alveg hvað þeir eru að fara að gera í næsta janúar, hvað þeir eru að fara að gera í næsta, þeir vita alveg hvað þeir eru að fara að gera morgun. Það er bara vel skipulagt lið. En nú spyr ég, Thomas Frank, ef hann nær svona mid-table sem allavega lítur út að vera að gerast með við baráttun og baráttukleðina sem og adrenalínið og momentumið sem þeir eru með núna mun hann fá eitthvað þú veist, betra gig? Nei, ég held að hann myndi halda áfram bara. Ég held að hann vilji klára þetta projekt. Já, einmitt. Þú veist, eins og Bielsa kannski. Strákar úr enska boltanum og í mætti þar skjótin leik í frönsku. Everton snöggur? Já. PSG er að tapa á móti skot á markið. Á móti hana Rennes. Já, Jesus. Á maður að trúi þessu og sérstaklega með þessum leik. Ekki skot á markið og tapa 2-0 með Mbappé. Mér finnst að vera bara svona margir gæjar og margar stjörnur. Og kannski Pochettino svona í fyrsta skipti að díla við svona súperstjörnur. Já, mér finnst Pochettino fyrir að fókusa meistaradeildina en þeir klárast að deild og þeir tapa ykkur 1-leik 2-0 þeir rífa sig í gang en strákar landsleikjapásana byrja núna og íslenska landsliði á leik á föstudaginn gegn Armenum og mánudaginn gegn Liechtenstein strákar Þú bara tveir easy leikir easy leikir þeir töpa á móti Armenium engan Mkhitaryan þetta er tvö mjög sloppy mörk ekki góða varnarleikur á Ari Frey Skúlasyni og Birki Más Sævasyni hvernig sjáu þess að leiki fara, við vinnum Liechtenstein við vinnum Liechtenstein sko, það er en það var náttúrulega bara Rúnar alls að kenna en ég held að við tökum Armeníu já, ég er svona 2-1 við sleip meinu, en við hefðum nú sko það voru svona, mér fannst þráttur það Þýskalandsleikurinn var bara mjög slappur það voru hluti sem hefði getað tekið úr þeim leik svona skorum rangstöðumark en það er líka bara Jói Berg með skot í pældi að markið hans Jói Berg færðin Momentumi, hvað var það 2-0 fyrir þeim þá? Já, Momentumi sem við fengið þá þetta hefur verið eins og það er ekki verið svona, þetta hefur verið aðeins erfiðara heldur en í Norður-Makedónleiknum en við höfum bara haldið 2-1 út á 90 mínútur fengið tótt Brynjar Ingi að setja hann bara Brynjar Ingi minn maður þannig að þú veist, já, það var alveg vonið sér svona að gera eitthvað grein fyrir því þetta var Þýskaland, þú veist það er náttúrulega bara þeir getur örugglega unnið World Cup sko, ég er ekki að grínast geggjið fótboltaþjóð og með geggja landslið strákar, Jói Berg og Jón Guðni draga sér opnum Jói Berg, hann bara hann bara ná ekki að halda honum heilum í bara viku já, ég skil ekki hvað er gangi sko. hann er bara með í öðrum hverjum glugga og svo sem besti gæinn okkar í dag sem við eigum var mér náttúrulega með þetta sláfaskoti í hana já, eða stöngina en já, einmitt Jón Guðni og Jói Berg draga sér opnum og það er einmitt þannig og ég held einmitt að Jón Guðni hefði
bara 100% með startað með Brynjar Inga í hafsend ef hann hafði haldist heill spurningur koma tilbaka fyrir þá en við ætlum að henda í eitt bara svona örstuðstrákar við erum komni með bara ef þið væru landsliðsþjálfari í dag í stöðunast Arnar Þór Viðarsson sem undir ekki að drauma staði hjá öllum þjálfurum í heimi hann undir gríðarlegri pressu og fær nánast ekki að velja sinn leikmann og hóp það var svona sagt honum bara bannað honum að taka Aron Einar og það er orðleikur það var þjálfaði hann í að ljúga að fjölmiðlum hann ætti að ljúga fjölmiðlum af hverju Aron Einar ekki og það finnst mér svolítið merkilegt og hann í bara mögulega í bara með bara mesti pressu stöðu og bara í erfiðustu stöðu bara af bara mjög mörgum þjálfurum í bara Evrópuliðum að segja ég vorkenni kallinum en samt sem áður en hann myndið þið treysta honum treysti Arnari til þess að ég treysti hann ekki hann ekki að fylgja íslenska DNA eigum við ekki bara að fá Heimi Hallgríms tilbaka ég held að það er búið að bara að fara í gamla góða 4-4-2 löng einköst og ég er búin að stilla upp í 4-4-2 hérna við ætlum myndið að fara í ef þið verið landsliðsþjálfarar hvernig myndið þið bara hvað system myndið þið spila og hvað leikmenn myndið spila ef við byrjum að sigga sig ef við fara yfir bara einn gæi einu þegar við fara yfir eina stöð í einu nei bara liðið þannig að ekki byrja þú á liðinu þínu og bara kóta með liðið strax og síðan bara Elías Ólafs í marki Gummi Tóta í left back Brynjar Ingi og Hjörtur í hafsend Birkir Már í right back og síðan náttúrulega kannski að spila svona svipa kerfi og ég ætla að hafa svona 2 inverted wingers kannski svona komin og ég ætla að hafa Ísa Bergmann og Albert þar og síðan svona 2 vinnuhesta kannski að miðinu Guðlaugur Viktor og Birkir Bjarna og síðan náttúrulega 2 alveg slúta frammi Viðar Örn og ég reyndi að glemta stýttið inn og Andri Lukas skoraði heldur nettmark geggjaður leikmaður og á framtíðina fyrir sig ekki nei Birgir ef þú fyrir byrjanlega þitt finnum svona yfir þetta okay, tala aðeins um þetta ég ætla að gera þetta aðeins öðruvísi tilbúin þetta verður svakalega breyting frá bara öllu sko hvað ertu að vinna með 5-3-1 það er ekki hægt Nei, Birgir Logi 5-3-2 reyndar, sko ég ætla að segja Erik Hamrén var að spila 5-3-2 sem var seinst árið sín og reyndar fekk ekki draum andstæðingana Belga og Englendinga en hann var óheppinn í 2 leikjum á móti Danmörku sem þeir skoruðu 2 víti í Danmörk og þegar Ísland jafnaði á 90. mínútu þá fengu þeir Danmörk annað víti á 90. mínútu eftir það og Belgar fá víti á Laugardalsvelli og þeir skora með einhverju millimetri þarna þegar Jón Guðni ætlar að bjarga línu þannig að ég ætla ekki að taka það að þeirra 5-3-2 geti henda Íslandi mjög vel þetta er líka báði en við fórum byrjanliðið bara alltaf ég marki Elías báði sko ég held að frábær markmaður förum í hann á eftir förum í leikmanninn eftir right wing Birgir center back Ari Birgir Már hafsendar Ari Brynjar og Hjörtur Hermann Ari Leifsson Brynjar Ingi og Hjörtur Hermann og left wing Gummi Tóta náttúrulega svo náttúrulega eins og Siggi sagði ég er með hana sama hugsun að fara hann sko vinnumenn á miðina að vinnuhestar Guðlaugur Viktor og Birkir Bjarna þetta er bara og hver með honum líka svo sérstætt í kam í hólunni Ísak Bergmann ég held nefnilega sko að ef það er hægt að tengja hann við strækjarna þá er þetta bara game over sko finnst mér og ég held það er pínir það sem hann Norrköping er að gera held ég með hann og hver er fyrir frammi Viðar Örn og Albert Guðmundsson ég ætla að hafa Albert það var alveg mikið eitthvað í strækjar og ég var alveg fílan ef ég kemur með liðið mitt þá ég er með Elías í markinu ég er með Alfons Samstedt í hægri bakverði ég er með Brynjar Inga og Hjört Hermanns í hafsend sko vinstri bakverðin er tæpur en milli Gumma Tóta og Ara þetta er valla erfitt það er mjög erfitt að segja þetta ég ætla að segja bara Ara því þið tóku Gumma Tóta ég er að spila svo 4-2-3-1 ég er með Birkir Bjarna og Guðlaugur Viktor Pálsson á djúpri miðmann í Saxonum svo ætla ég að hafa Albert í hólunni
af því að hann spila bara sinn besta fótbolta þar og hann bara búinn að sanna í allt bara í Evrópu, hann bara skora, leggja upp hægri vinstri og síðan kemur íslenska landslið allar spila ykkur í falskri 9 á köntunum og það hefnast ekki það vel síðan á köntunum Ísak Bergmann og Jón Dagur og fram með Viðar Örn þegar ég var að stilla þessu upp þá var ég með svona svipa pæling á Siggi að Albert gæti verið svona hægri svona inverted winger, gæti komið svona inn tekt sig í hóluna og Ísak Bergmann svona líka skilur, þetta svona 2 sóknstjæri miðmenn skilur, svona minna kantmenn en þegar þú ert með Ísland þá getur alveg spilað miðjumenn á köntunum skilur og síðan Viðar frammi og þú veist Jón Dagur ég fór á alla seinustu 3 fór á alla leikina í seinasta landsleikjaglugga og bara þegar þú veist þegar Jón Dagur kom inn á gegn Norður Makedónum það bara og Jón Dagur, hver var það annar? Var það Ísak sem kom inn á? Það var allavega Jón Dagur sem kom inn á og það bara einhvern veginn kom bara nýtt líf í þetta það bara eins og við höfum bara við þorðum andjóks að gera eitthvað reyndar Andri Lukas kom inn líka en það einmitt það sem að þú veist var hann ekki svona supersub í liðunum? Ég held að þú veist, ef við verðum að stilla með 2 strækjara þá var það allan daginn Andri Lukas og Viðar Örn því ég skil ekki hvað Sveinn Aron að gera þarna Þú ert að henda Sveinn Aron í landslið Matt Alins henda minni þangað en líka ákveður að taka þessa gæja sem ekki fara að spila hérna 1 mínútu hvað hann með ykkur að 30 strækjara þarna í Elías líka þarna og reyndar einn gæði sem ég ætla að gefa sjálf hann hlýtur sem það fara að spila þá 2 strækjara kerfi ef hann með svona ógeðslega marga strækjara og hann bara að fara að spila 1 frammi eitt samt sem ég ætla að henda bara sjátt á Andri Fannar Pátursson hann var virkilega tæpur að komast í liðið mitt ég tók Birgi Bjarna þráttur það meðan Birgi Bjarna bara yfir heildina var slappur í leikinum sem við fórum á þarna þetta var ekkert præm Birgi Bjarna hann ekki alveg búinn að eldast þess og líka einn annar gæði sem kom mjög mikið óvart við þurfum ekki að grípa fram en Þórir Helgusson maður bara vissi þú veist þetta var svona maður bara svona var ekki að búast miklu þetta var bara svona við maður tapa 2 móti Norður Makedóníu sinnum bara hann var bara helviti vinnusamur hann kemur inn og við jöfnum í 2-2 bara þú veist vinnur bollan stígur ekki 1 feilskref eða feilspor þannig að hann á svo sannlega heiðurinn skilið í þessu liði og ég meina vinnusamasti leikmaður í þessu liði íslenska landsliðinu kannski eftir Aron Einar en hann ekki í hópnum í þessum hóp 100% vinnusamasti leikmaðurinn í Guðlaugur Viktor Pálsson spilar í Schalke og bara búinn að vera fítur enda fekk rautt spjald þegar daginn og maskina bara hörku góður og ég meina núna því Aron Einar farinn Gylfi svo sem ekkert með og það ekkert eitthvað mikið að segja það en Bergmeittur eigum að hafa þá við þurfum Gulla á miðina við getum ekki verið að sóa Gulla í hægri bakveri þegar við erum með þessa krísu við erum með Alfons Samstedt og Birgir Bjarna sem eru 2 mjög solid hægri bakverir Alfons Samstedt að gera mjög Birgir Bjarna Birgir Már Birgir Már bara eins og James Miller bara mistur Real Bull og bara skila alltaf sínu og Alfons Samstedt bara þegar hann fekk tækifæri seinast það var mjög svektur hann fekk ekki tækifæri í seinasta landsleikjaglugga bara búinn að vera mjög góður félagslega og bara fekk sitt tækifæri í æfingarleikunum hann gegn Pólandi og Færeyjum og Mexíkó fekk hann einhver tækifæri og bara ég hefði enga trú á honum en hann sokkaði mig og kom með virkilega óvart og síðan erum við líka með Birgir Már en við getum allar verið að sjá Gulla í hægri bakveri hver á þá að vera ef við segjum að Gulli fari í hægri bakveri hver á þá að vera djúpur? Ísak getur kannski Birgir Bjarna? Ísak Bergmann er ekki að fara að spila í sectioni Birgir Lói það er engin þetta ástæðan bara af hverju Aron Einar bara búin að vera mikilvægasti leikmaðurinn í íslenska landsliðinu síðan 10 ár við verðum að vona að þetta reddist allt og þetta sé ekki þessar sögur sé ekki þetta Aron Einar KSI og Vanda ráður nýr formaður svo er hann í ykkur viðtali að tala í ykkur ræðu eða eitthvað
og hún talar ekkert fótbolta. Nei, já, þetta knattspyrnusamband sko. Já, og þú veist, hún bara að koma í skóla kenna okkur að kenna öðrum krökkum hvernig hún har KSÍ hún mögnuð vera en veit hvað þessi kona og þú veist, svona, ekki aðeins eitthvað hana og þú veist, hún veit samt pínu hvað hann að gera en þetta samt, ég samt alveg samanleikur en þú veist, Arnar Þór Viðarsson landsliðari sagði í viðtali senast landsleikluga að ef hann fær ekki að velja sitt landslið undir nýri stjórn KSÍ þá ætlar hann ekki að halda áfram sem landsliðari og það lítur út fyrir það að hann hafi ekki fengið að velja sitt besta lið þegar Aron Einar Gunnarsson Aron Einar bara búinn að spila besta fótboltinn sem svona sweeper hann að spila geggjaðan fótbolta í Katar sem sweeper og besta fótbolta sem hann hefur spilað bara sínu ferli sem sweeper og verður bara algjör kóngur í vörninni í Katar en heyri, Elías, markmaðurinn ég meina Rúnar Alex bara hann fekk tækifærið þarna búinn að fá tækifærin undir Arnari og jú, alveg bara svona fínn og allt það sko að Hannes verkefni það senast leikið sinna móti Þýskalandi sem var kannski ekki drauma leikum til þess að enda landsleikjaferil sinn en Rúnar Alex slopp í mark sem að fekk á sig móti Liechtenstein þar sem að hann bara tapar einbindingunni algjörlega og hann var þú veist skil ekki þetta þrasa dæmið þú ert að spila íslenska landslið og þú ætlar að hafa gæi markið sem er betri í löpunum þú ert íslenska landslið íslensk DNA að vera með eitthvað svona verður með gæi sem kann að skjóta sko sem kann að verja sig ég nota þetta orð oft og þetta er bara svona orð á milli orð í okkar vinahóp ég vil fá Brexit fótbolta ég vil fá Sean Dyche neglunum fram fótbolta, ég vil fá og svo Lars Lagerbäck það er kannski mér útskýrir þess að við séum kannski ég vil fá gamla gengi við séum ekki sáttir með þessu hugmyndafræði af því að Lars Lagerbäck hann og Heimir Hallgríms þeir eru bara, þú veist, vita hvernig Ísland á að spila og þeir eru með sína hugmyndafræði og hugmyndafræðin þeirra hentar íslenska landsliðinu mjög vel hann var í þjálfarteymmunni á Arnari og Eiðismára og hann látin fara það er eitthvað sagt að hann að þetta hefði verið ykkur hann hefði sjálfur viljað fara og þetta hefði eitthvað verið ykkur sáttmáli eitthvað á milli en það er bara mest að kjafta sem ég veit af því að og Arnar mér sagði eitthvað svona, sagði ekki beint en svona hann sagði það eiginlega að þeir eru með sikkur á hugmyndafræði og þú veist hvað er Arnar? Það ekkert, þú átt ekkert að fara í 4-3-3, 4-1-4-1 eitthvað með íslenska landslið sko. Það sem ég ætla að með tvo bara verið með tvo Jónda og Kolbein og svo erum við Jónda og Kolbein og tvo vinnuhesta á miðunni, tvo vinnuhesta á köntunum og bara lið sem fá marka okkur í föstu leikadri come on ekki Leopold Ísland gerði það bara aldrei við eigum bara sama hvað hvort við sem er Kára, Brynjar Inga, Sverrir Inga við eigum ekki vera að fá okkur marka föstu leikadri oh my god, þessi föstu leikadri sem við vorum að taka það var ekki líka alltaf eitthvað stutt dæmi, hvað er ég að sjá? Ég vil henda þessu inn í teik eina skipti sem Lars Lagerbäck og Heimir tóku stutt það var bara stutt og síðan inni Króatía þegar Hörb Jörgens sett hann með öxlinn sinni það var þá líka minnum á móti Finnlandi þegar við grísum einhverjum 30 segri þá fengu hotspunni 90 mínútu og vorum að drífa okkur mjög mikið var það á móti Finnlandi? Ég man það ekki annarkvæmt móti Finnlandi og Króatíu og þá voru þeir að flýta sig mikið Jói Berg og Gylfi og þeir fara báðir Jói Berg til stutt og Gylfa Gylfi ekkert eitthvað potanum og hendi eitthvað spil hann bara fær hann, setur hann inni búm, skúp, mark ég, þú veist auðvitað eru ekki með Gylfa en við erum með Jón Berg sko ég meina, ég ætla bara að henda þessu við erum með Kára Árni í bóksinu, við erum með Brynjar Inga í bóksinu við erum með Guðlaug Gústav Pálsson í bóksinu við erum með Viðar Örn í bóksinu við erum með Andra Lúkas líka þetta er engin leikskólakrakkar sem eru í bóksinu það sem fullandi menn Gylfi er náttúrulega bara með allt á hlið í lífinu núna en það sést bara svo mikið við vorum á öllum leikjurum við söknum Gylfa svo ógeðslega mikið það ég fyndi hann var virkilega með þetta lið það með það sem við sjáum í fyrstu umferðunum þegar ekkert að þessum málum hafa komið að það var svo sem allir lagi með Gylfa þá skilji nema hann var mann ekki hvort hann verið middur að fengi frí í þessum landsleik líka og þá ég sagði við mig bara hvað maður sér 3 leikir, 2 töp
við reyndar eitt mútið Þýskalanda sem við bara steinláum í fyrstu tímin þar fórum vallið í miðju og Liechtenstein sigur sem við áttum að bara feikilega mikið að skilja þá og síðan almennaleikurinn sem var bara hundleiðilegu leikur síðan fá þeir bara einhver mörk en þú veist Gylfi bara, þú veist, ég sagði að Aron Einar væri mikilvægast leikmann í þessum liði og hann hefur verið mikilvægast leikmann í þessum liði, ég held að við þurfum ekkert að fara í dómstóla með það, en Gylfi hann bara besti leikmann sem við höfum átt, bara punktur. Betri en Eiður? Eiður, já. Já. Þú veist, Eiður átti náttúrulega bara svakalegt fyrir ég, sko. En Eiður, var hann kannski í því að spila í betri liðum en Gylfi? Gylfi var alltaf í Swansea og var bara með þetta lið á bakinu, þú veist. Gylfi átti bara besta 10 tímabil, bara eitthvað 16-17. En þú veist, og bara þú veist, talandi að vera lið á bakinu, hann var með, þú veist, hann bara, þú veist, hvar var í Ísland, þú veist, án Gylfa? Nei, líka við bendum á þessi fyrstu leikadri. Hann heldur góður fyrstu leikadri. Það var einmitt Shevchenko þegar undankeppni, hvað var ekki HM 2018, þegar Shevchenko svo eini sanni mætti við til Lögaldsvöld og hann sagði að Ísland væri besta Norrlandaþjóðin af öll Norrlandum sem er ekki í dag, alls ekki í dag Finnarnir eru betri. Ég er ekki að fara að henda færi og hann sagði líka að við vorum bestir í föstum leikadrum af öllum liðum í Evrópu. Já. Einmitt það sem Arnar er bara ekki að gera. Nei, hann er bara eitthvað, já, þú veist, ungur, efnilegur þjálfari, flottur, þú veist, direktor á fútbol í, þú veist, KSI og þú veist, það er eitthvað klási í samningnum hans, það sem að stendur á að KSI má láta hann fara eftir þessa undankeppni ef þeir eru ekki sáttir, þannig að það er, og þá þarf hann að svona reka sjálfan sig eiginlega en nóg með landslið vonum að þeir taki 6 punkta. Já, bara áfram Ísland. Já, og tristum að þá en strákar þá koma framleggingunni og topic í dag er mest ofmetnasti eða mest overrated leikmaður í Premier League. Ég ætla að leifa Sigga og Sigurður Davíð Bidul Sigurðsson, þú fær orðið hérna við erum nú kannski ekki mynd en ég hrissaði mækinn að byrja þarna. Þetta er náttúrulega bara engin spurning að þetta sé Jorginho og þetta er náttúrulega ekki að segja Jorginho og það minnst að svo ógeðslega. Ég ætla að segja það sko, ég er ekki að grínast. Ég meina, var 100% að segja það. Hann er Granit Xhaka bara, þú veist, með svona pínu, þú veist, hann er ekki eins og með gott svona passing range, þú veist, hann er ekki eins og svona Thiago sem getur bara hætti í 70 metra bolta bara þegar hann vill. Þú veist, maður á líka bara ekki að compare hann við Ronaldo og Messi. Þú veist, hvað er í gangi að hann, við erum 2021, við erum komin í það, þú veist, erum við að þróast aftur á bakkina að Jorginho sé verið að tala mér í Ballon d'Or. Sorry, ég myndi freka vilja hvað var hann að því? UEFA midfielder of the year? Bara UEFA player of the year. Hvað það meður engan sens. Hann er bara í... Hann er hægðar dómarinn. Hann er í liði sem vinnur titla, punktur. Ég er ekki sem grínast. Amma mín getur hleypur hann. Já, en þú veist, hann er bara í því systemi sem lítur hann, þú veist, það lætur hann líta. Já, bara í einhverjum low blocki bara, þú veist. Nei, líka, þetta system, þú veist, þetta er bara, eins og ég sagði þetta er mesta hrós sem Tuchel fær, að hann hafi fengið í besta úr Jorginho sem var bara, þú veist, hann var ekki það nál, hann var ekki það nál. Býtu, hvaðan kom hann aftur? Nei, Tuchel. Já, nei, Tuchel eða Jorginho. Já, Jorginho kom úr Napoli, Sarri tók hann með sér og hann var bara góður, 6 mánuðina. En miðjan já, Ítalíu í sumar. Hann var allan tíman, en mér fannst eiginlega Barella vera aktífir alveg stjórnum og Locatelli. Og Locatelli, en hann datta hans út held ég þannig. En Locatelli samt er, þú veist, svona klassleik. Nei, ég bara tala hann var ekki að starta. Já. En ég held að hann er ekki eins og í topp, hvernig getur þú verið í Ballon d'Or? Ef þú ert ekki eins og besti ítalski meður, ég myndi taka Verratti yfir hann, ég myndi taka Barella bara allan daginn yfir hann og ég myndi taka Locatelli yfir
mögulega fá alla. Locatelli á góðum degi myndi maður alltaf taka hann. Nei, ekki einu svona á góðum degi. Hann er alltaf á góðum degi. Hann er alltaf á góðum degi og bara, hann er búin að ógeðslega góður í 3 ár. Er það einhver kostur sem United átt að nýta sér? Locatelli? 100%. Hann er alltaf bara fáránlega góður. Myndirðu taka hann yfir Rice og Phillips? Nei, ekki. En þú myndir fá hann á ódýrara verð samt. Já, ég veit að ekki fyrir það sem United þarf. United þarf alvöru destroyer og þess vegna finnst mér kannski Phillips vera besti fyrir þetta United. Ekki Rice? Þú sagði Rice á hann? Já, nei, ég Víst, en ég myndi frekar kaupa Rice en mér finnst Phillips passa betur. Já, hér fittar betur í liði. En Kanti, hann á að vera meira. Já, hann, akkur er hann ekki UEFA player í ég. Þrátt fyrir það, mér fannst hann eiginlega ekki eða skilið heldur. Hann átti 4 mjög góða leiki. Þetta er bara 4 mikilvægastu leikinni, semifinal og final og eitthvað, en þú veist þarf til að vera góður yfir allt tournamentið En hvað segir þú? Hver hefði þetta að vera UEFA player því? Það er eitt að segja, ekki? Haaland, hvað? Hann er markaðistur. Hann er rugglaður í fucking Champions League. Vel líka, þú veist, setja inn, þú veist, leagues, nei, hann, þú veist, bygara, þú veist, vann hann eitthvað. Já, en ég veit, hann vann svo sem alla málma sem hann gæti unnir í kannski utan Premier League og alltaf en þú veist, hann vinnur West Brown er búinn að vinna bara hvert einn, hann er búinn að vinna allt sem hver aðrir sem bara búinn að ekkert spesleikmenn sem er bara unnið fullt að titlum. Viltu við segja þetta Andreas Christensen en það því hann fór í undanúrslit með Danmörku og vann Champions League? Þú veist, ég veit það ekki, ég bara taka einhverja á, þú getur alltaf tekið einhverja, en stókar, eitt annað sem við gleyndum að ræða á, Ranieri er takað við Watford, Skeita, hann verður farið fyrir 14. stjórinn, Watford okkur senstu 10 árum eða eitthvað, ég vil minna það, ég manna ekki, og nú er ég bara með eina spurningu fyrir ykkur, og Siggi Byrjar og Birgir svo, og þeir segja mér bara mánuð, í hvaða mánuð verður hann farin? Siggi? Ég skal segja það verður ekkert fjör hjá Ranieri og konu sinni jólin. Hann verður jafnvel farin fyrir ég myndi gefa honum kannski í janúar en hann verður að bara hálasta í sem ég veit í hann í þess. Þetta er svo margir leikir þéttir saman. Létt að tapa, bara tapa. Þeir eiga með mitt geggja mjög Er hann ekki bara lúmst að lifa af þessum titilsigri þarna með Spurninguna er bara að geta hvílt sig bara eftir það. Já, ég meina hann gjörði hvað, 65 ára? Gömlu refarnir í Flytja til Bali með konu bara? Já, hann hlýtur eiga nóming pening til þess að slaka aðeins á. Gömlu refarnir í Ítalíu kunni þetta og þeir kunna samt að redda sér aðeins meiri seðlum. En Birgir, þú segir mér mánuð. Segir hvað mánuð það desember? Ég sagði janúar/febrúar en hann verður hryllilega að hafa ís. Ég sé hann fyrir mér eiga ágæta byrjun út af það er bara alltaf þannig með þjálfara yfirleitt. En ég held að þetta fer illa með þjálfara. Ég held að það gæti verið janúar, febrúar, þetta eru svo sem ekkert skemmtilegstu mánuðirnir á árinu en Birgir, hvaða mánuð ert þú með því? Mér finnst það mjög vel hugsað hana það sem Siggi er að tala hana ef maður byrjar að tapa í desember þá er hann bara frá að tapa í desember bara, alla leikina síðan. Já, Siggi segir, þetta fer svo sem illa með það því að það er svo ógeðslega þétt pakkað og Watford er ekkert með, þeir eru ekkert með mestu dýft í heimi hann í þessum hópið. Ég meina þú ert með Craig Cathcart í right back. Jesus Christ. Hann er ekki í right back. Ben Foster hlýtur að væla hann eitthvað út en það er eitthvað að gangi á hann. En Birgir, þú ekki einhvern mánuð sem ég hugsa að það gæti við desember bara, þú veist mið-desember bara mið-desember, bara fyrir jól fyrir ég meina með við Watford það kæmi ekkert á óvart en það skipt samt öllu máli hvernig Watford er ekkert slæmur hópur Nei, einn og einn góðu leikmann en það kannski ekki alveg besti hópurinn en eins og Siggi sagði hann geta hvað næst besti hópurinn. Já, ég held líka eins og Siggi sagði bara ef þeir tapa í desember hann er farin. En fæ ég randstöndina mína núna það? Siggi ætlar að koma ykkur loka orði í framleggingunni og haldið ykkur fast kæru hlustendur og það er engin fótbolti núna. Siggi, þú fara orðið. Eða hlustandi, þú ert ekki búin að horfa Squid Game
Skid Game Sorry boys, skeytið að mér Squid Game Ef þetta ekki búin að Squid Game riðið í gang Já, riðið í gang og þarna Já, og skipaði fram í þessu þú ert ekki búin að klára það 36 Sang-woo Fokkaðu þér Hann stingur okkar mann Ali í bakið bara feitan Ali er náttúrulega bara fan favorites Ali er geitin Ég meina he's a fellow Pakistani Ánægð með Siggi ánægð Ég ánægð með hann Og líka eitt sem ég ætla að benda á VIPs Jesus Christ Þetta var bara mögulega verstu leikara sem ég séð Og þú veist Ok Og þú veist hvað Akkur var hann að nauðga einhverjum gæja Ég skildi það ekki alveg Þú veist ég veit ekki hverju það var að hjálpa Já við söguna Og líka Gæinn hann að pappin Aðalgæinn Akkur hann að fara aftur í þetta Þannig í lokin Jesus Christ Hann var að fljúa til Ameríka að heita dóttur sína Og hann ákveður að fara aftur í leikinn Eftir að hafa bara næstu í dáið Svona 60 sinnum Hvað er þetta ekki, ég núna veit ekkert hvað það er að tala með þetta kóreski þættir? Jú, ég sleipur í kóresku þarna Einhverju vinsælustu þáttaræði sem hafa komið á Netflix bara fyrr og síðar Ég og Siggi, við erum að með þetta er alveg Fyrstu 3 þættinir eru pínunni hægir en svo byrjar þetta kikkin einhverjir fleiri Já, ég ætla bara að fara að spýtra henni Ég ætla að henda mömmun undir rútana Þú veist, hlutir með allt og miklu súkkulaði Hún gerir brownies daginn Það var allt og mikið súkkulaði Mamma, þú ert að hlusta Aðeins minna súkkulaði Aðeins meiri ís Við þurfum að finna rétta ratioin hérna Við þurfum að vinna í þessu Er það ís eða rjómi með brownie? Ha? Já, ís allan daginn Ís allan daginn, ís er clear Og mjólk, þú veist, þú finnur ekki betra Já, reyndar, ég ætla ekki að henda mjólk undir rútana Núna þótt ég gerði það oft Já, ég ætla líka að henda orkudrykkjum undir rútana Þú veist Overrated Nú er ekkert spons hérna en hverjir kunna þetta hverjir eru með þetta í dag Collab Ok, reyndar, þetta er reyndar annar randina Ég er á Birgir-vagnin, ég er á Collab-vagnin Þetta er bara þetta er Íslands Nei, hvað, þeir eru líka fokk Mér finnst alls ekki verið í Þetta er allt og sætt bragð og þetta er, þú veist Ég sleipar í nokkóinu og Þú veist, ég vill ekkert eitthvað sérstaklega mikið fá mér orkudrykk Kólabi fyrir fína fólki sko. Ok, já, ég meina Spurning hvort að Ég meina, það er bara umbúðinir sem fara illa með þarna Hvað var ég Það er að brugga hérna Fólk sem slettir allt og miklu ensku Fólk sem, þú veist Stefán átti vin hérna daginn litli bróður minn, hann fekk vin í heimsókn og hann kemur inn í herbergið á mér bankar ekki, já, hann maður fókusir fyrir það hann spyr, áttu ekstra fjastringu þetta fór svo hryllilega mikið í taugunar á mér ekstra það þarf að kenna þú veist, það má ekki koma með þessa enskun á landsbyggðina ég vil ekki fá þessa enska siðin á landsbyggðina ensku settir eru svona allt í lagi nema þú byrjar íslenska setningu og sendir svona ensku inn í miðjuna Reyndar, þetta flæðir í annar land fólk sem íslenski krakkar nú til dags þeir tala allt og mikla ensku og þetta er amerísk enska faðir minn, ef hann er að hlusta á þetta hann er 100% samanlega mér við viljum ekki fá svona ameríska siðin á landsbyggðina og ég heyri þessa krakka ég heyri þetta bara alltaf í strætó eða eitthvað ég sá dreng, 8 ára dreng á Among Us grímu, hver í gangi í samfélaginu okkar að Ameríka sé búin að taka yfir Ísland hérna ég bara skilit ekki að krakkar skuli hafa breytt enskunni amerísku enskunni, ljótasta tungumál í heimi og þetta er bara feitasta land í heimi bæði líka og ég meina við erum bara að fá meira amerískan matinn í landsbyggðina og gera krakkan okkar bara landsbyggðina Halloween sem dæmi Já, Halloween, Jesus Christ, við erum með öskudaginn hérna Við erum að fá íslenska siði, ekki ameríska siði auk þess eru bara, þú veist, krakkarnir taliði, það breska ensku það er miklu sexíari, þú veist þú fær gælur með breska ensku segi ég og já, og bara svona eitt innlokaspurning, hver er besti breski accentinn, eða hreimurinn Black Country ekki skásöðurinn, eða jú reyndar, ég er reyndar með heldur góðan skásöður Rís nokkuð grill Vil ég heyra skásöður? Ok, ég er að gera bræðleikum tilbúinna
Rís nokkuð grín út líka með góðan. I've just come back from Liverpool, I've just been stabbed. Hannah Cole, Stevie Gerrard scored a fucking wonder goal. What a goal from Stevie Gerrard. Sadio Mane is the best player in the world. Þetta feitt voice crack enda þetta bara þarna drengi mínir. Fara djúft inn í það nefnilega. En já, bara enda þetta, hætti að tala ameríska ensku, please, ef við svo í taugunar á mér. Og já, takk fyrir mig. Það nefnilega þannig Siggi vill nýja kennslustefnu á landsbyggðina og látum það vera lokaorðin í dag. Takk fyrir að hlusta, kæri hlustandi, og já, til að stilta okkur í næstu viku. Vonandi tökum við upp þátt, kannski helgina, kannski eftir helgina, sjáum til, en það á móti verið sæl.